Náman ný þjónusta í Landsbankanum fyrir námsmenn. Í námuna sækirðu til dæmis sveigjanlegar afborganir lána, yfirdráttarheimild, vísakort, útreikning á greiðslubyrði og einkareikning, enn fremur möguleika á námsstyrk og háu námslokaláni. Höfðu grunninn að fjárhagslega öruggri framtíð með náminni. Landsbanki Íslands, banki allra námsmanna. Það verður spennandi að fylgjast með viðureign menntskælinganna úr Reykjavík og Hamrahlíð en þeir leiða nú saman hesta sína í spurningakeppni framhaldsskólanna. Spyrill Steinunn Sigurðardóttir en spurningarnar sömdu þau Magdalena Skram, Bjarni Felixson og Sonja B. Jónsdóttir og sú síðasttalda dómari í kvöld. Dagskrárgerð í höndum Sigurðar Jónassonar. Gott kvöld og verið velkomin í spurningakeppni framhaldsskólanna. Við erum stödd í menntaskólanum við Hamrahlíð, reyndar á leiksviði skólans, þar sem Antígóna Sófóklesar verður sýnd helgina. Þetta var smá auglýsing. Í kvöld keppir lið MH við lið menntaskólans í Reykjavík og þetta annar þáttur af 7 en eftir fyrstu 4 þættina kemur í ljós hvaða skólar keppa til loka úrslita í 3 þáttum. Og allir sem keppa fá nokkuð fyrir sinn snúð því að auk farandbikarsins sem kepptir í spurningakeppninni fá öll liðin sem keppi sjónvarpinu vegleg bókaverðlaun frá Almenna bókafélaginu. Í kvöld fá keppendur tapliðs 1 bindi úr ritröðinni Sögu mannkins en keppendur sigurliðsins fá 2 bindi úr sömu ritröð. Þar að auki fær skóli liðsins sem sigrar íslenskan söguatlas. En það komin tími til þess að keppendur kynni sig og ég ætla að biðja gestina frá menntaskólanum í Reykjavík að kynna sig fyrst. Andri Konráðsson, Þorsteinn Davíðsson, Kristrún Heimisdóttir. Já, ég heyri það að MR-ingar hafa flykkst hingað í MH og þá ætla ég að biðja ykkur að gjöra svo kynna ykkur lið menntaskólans við Hamrahlíð. Snorri Einarsson, Stefán Eiríksson, Jón Ingvi Jóhannsson. Fyrir þá sem ekki hafa áður fylgst með keppninni þá minni ég stuttlega á tilhögun hennar. Hún þríþætt, það eru fyrst hraðaspurningar í 2 mínútur til hvors liðs fyrir sig, þar sem 1 stig fæst fyrir hvert rétt svar og annar liður 15 bjölluspurningar þar sem liðin keppa hvort fyrra til að svara og þar fæst einnig 1 stig fyrir hvert rétt svar. Þriðji og síðasti liður svo 3 spurningar til hvors liðs land og þjóð og sá þáttur vegur þungt því fyrir hann mest hægt að fá 12 stig. Dómari í kvöld Sonja B. Jónsdóttir og stigateljarar Oddný Eir Ævarsdóttir og Jón Atli Jónasson. Og að venju þá hefjum við keppnina á hraðaspurningum. Það gestirnir, lið MR, sem á að byrja. Ef þið eruð tilbúin. Já. Þá byrjum við núna. Hver söngkona risaeðlunnar? Margrét Örnólfsdóttir. Dóra Geirharðsdóttir. Hver elstur íslensku handknattleiksmannan á heimsmeistaramótinu í Tékkóslóvakíu? Sigurður Sveinsson. Einar Þorvarðarson. Í hvaða dagblað dálkurinn Staksteinar? Morgunblaðinu. Rétt. Hvar á landinu Rómshvalanes? Pass, Vestfjörðum. Reykjanesi. Hvað heitir nýkjörinn forseti Kosta Ríka? Pass. Calderón. Hver leikstýrir leikritinu Kjöt í Borgarleikhúsinu? Þórunn Sigurðardóttir. Sigrún Valbergsdóttir. Hvað fjölluðu sjónvarpsþættirnir Þræðir? Þrælahald. Handavinnu. Rétt, handavinnu. Hvar eru allir úteyjar? Kyrrahafi. Alaska. Hvað heitir eini menntaði kynfræðingurinn á Íslandi? Jón Ingiberg Jónsson. Rétt. Hver formaður LÍÚ? Kristján Ragnarsson. Rétt. Hver nýráðinn sjónvarpsstjóri hjá Sýn? Góði Sveinsson. Rétt. Fyrir hvað Volker Schlöndorf þekktur? Pass.
Kvikmyndagerð, hver hinna norrænu ása átti Gjallarhorn? Heimdallur, Rétt, hvaðan er frystiskipi Júlíus Geirmundsson? Þorlákshöfn, Ísafirði, í hvaða land er hafnaborgin Cuxhaven? Þýskalandi, Rétt, hvað merkir skammstöfunin Ralla? Rafmagnsveitur. pass, Rannsóknarstofnun landbúnaðarins, hve margar grindur er í 100 metra grindahlaupi kvenna? 10. Rétt, hver er formað Rauða kross Íslands? Guðjón Magnússon, Rétt, hver er höfuborg Lettlands? er ekki Ríka? Rétt, Ríka, hvað þýðir gríska orðið ólígarki? Pass, Fámennistjórn, hver er heimabær listmálarans Eirík Smith? pass, Hafnarfjörður. Hafnarfirði rétt, hvað heitir sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi? Kopp, Rétt, hvert er sérsvið Margrétar Guðnadóttur prófessors? hún er í Veirufræði. Veirufræði rétt, í hvaða hljómsveit er Paddy McAloon? Hann er í Prífapsbrát. Rétt, Prífapsbrát, hver var fyrstur Íslendinga til að vinna Norðurlandameistaratitilinn í skák? Baldur Möller, Rétt, hvaða íslenski fugl grefur sér hólur til að verpa í? Lundi. Rétt, hver var faðir Sem, Kam og Jafets? Nói, Rétt, hvað heit fyrsta breiðskifa söngkonunnar Tanitu Tikaram? Ancient Heart. Rétt, fyrir hvað stendur skammstöfunin HÚ, tvöfaldar H.O. matvæla, Heilbrigðis- og matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna. Það fór rétt fyrir þetta, það er alþjóðaheilbrigðisstofnun. Alþjóðaheilbrigðisstofnun Sameinuðu þjóðanna. MR fékk 19 stig fyrir þetta, þau sögðu þarna alþjóðaheilbrigðisstofnun í síðustu spurningu. Nú, þá er það menntaskólinn við Hamrahlíð, það er sama lotan og eru þið tilbúnir? Já. Við byrjum þá núna. Hver er söngvari hljómsveitinni Ham? Sigurjón Kjartansson. Ótta Proppé. Hvað oft hafa Íslendingar sigra Dani í allandsleik í knattspyrnu? Tvisvar, Aldrei. Í hvaða blað skrifa dagfari? Gef. Rétt. Í hvað hreppi flugstöð Leifs Eiríkssonar? pass, Minneshreppi. Hver verður fyrsti forseti sjálfstæðra Namibíu? pass, Nú Jóma. Hver leikstýrir leikritinu Endurbyggingin í Þjóðleikhúsinu? Þórunn Sigurðardóttir. Brynja Bendistóttir, Brynja Bendistóttir rétt. Hvað fjallar útvarpsþátturinn Samhljómur á Rás 1? Síkirðu tónlist. Rétt. Í hvað land er Tirana höfuborg? Albaníu. Rétt. Hvað heitir íslenska tímaritið sem fjallar um kynlíf? Leitt og blá. Rétt. Hver er fyrsti varaforseti Alþýðusambandsins? pass, Ragnar Bergmann. Hvers konar varningur er seldur í faxamarkanum? fiskur, Rétt. Fyrir hvað er Margareta von Trotta þekkt? pass, Kvikmyndagerð. Hvað heitir brúin milli himins og jarðar í Ásatrú? Bifröst. Rétt. Hvar á landinu starfar fyrirtæki Stjörnulags? pass, Fáskrúðsfirði. Í hvað land er hafnaborgin Rotterdam? Hollandi. Rétt. Hver er forstjóri Innteknisstofnunar Íslands? pass, Páll Kár Pálsson. Hvað oft er farið yfir vatnsgrifju í 3000 metra hindrunarhlaupi? 4 sinnum, 7 sinnum. Hver er formaður Búnaðarfélags Íslands? pass, Hjörtur Eð Þórarinsson. Hver er höfuborg Nepal? Búrma. pass, Katmandú. Hvað þýðir enska orðið totalitarianism? pass, Einvild. Alræði. Hvaðan er tónlistamæðurinn Pálmi Gunnarsson? Keflavík, Fáskursfirði, pass, Vopnafirði. Á hvaða hljóðfæri leikur Elling Blöndal Bengtsson? Selló, Rétt. Hver var fyrsti konungurinn yfir Íslandi? pass, Hákon, Hákon Gamli. Rétt. Hvað heitir nýjasta breiðskifa Kate Bush? pass, The Sensual World. Hvaða Íslendingur var fyrstur heimsmeistari sveina í skák? Jón Edl Árnason, Rétt. Hver er minnsti ránfuglinn á Íslandi? Smyrill. Rétt. Hver ritaði bókinu Veginn? Láti. Rétt. Í hvaða hljómsveit var Vince Clarke í hljómsveitinni í Reisjur áður? pass, Jasú. Hver er algengasti blóðflokkur Íslendinga? og Rétt. Hver er utanríkisráður Danmerkur? Uffe Elma Jensen, Rétt. Í hvaða landi... MH fær 15 stig fyrir þetta. Og þá er 4 stiga munur á liðunum. Og næsti liður keppninar er bjölluspurningar. Hér keppa liðin það hvort er fyrra til. Ef lið svarar áður en spurning hefur verið lesin til enda og svarið er rangt, þá fær hitt liðið tækifæri til þess að svara og umhugsunarfrestur er 10 sekúndur eftir að öll spurningin hefur verið lesin. Við hefjum bjölluspurningar og ég ætla að biðja ykkur að taka eftir í fyrstu spurningu.
Þetta myndband við lagið Held í gangi heim sem Valgeir Guðjónsson. Já, og þetta rétt, við ætluðum að... Þetta var rétt hjá MH, spurningin var við hvað lag myndbandi var gert og það Ég held í gangi heim. Önnur spurning úr íþróttunum. Hann lék með Haukum og var landsliðsmaður í körfuknattleik. Hann náði miklum frama í annarri íþróttagrein. Þetta Kristján Arason. Þetta rétt, MR. Næsta bjölluspurning. Á forsíðu Morgunblaðsins fyrir skömmu... Ljósið hérna, lofar illa. Á forsíðu Morgunblaðsins fyrir skömmu var sagt frá konu sem hét Ólafía Jóhannsdóttir. Ólafía lést árið 1924 og hafði þá búið árabil í Noregi. Það var nefnd eftir henni Gata í Noregi. Hún var þekkt fyrir... Nefnd Gata nánar? Í Oslo. Já, hún var þekkt fyrir hérna... Starfaði fyrir held í hjálpræðisherinn. Já, þetta alveg komið. Já, MR hafði þetta rétt. Það var sem sagt spurningin var að það hefði verið ákveðið að varðveita nafn Ólafía á sérstakan hátt og spurningin var hvernig og þetta var alveg rétt með götuna í Oslo. Hún heitir reyndar Ólafía Gangen, þessi blessu gata. Já, og það fjórða bjölluspurning. Við fáum merki á skjáinn. Þetta eru kvotamerkið. Þetta merkir að... Má ekki leggja í klór. Hvað segirðu? Má ekki leggja í klór. Nei. Ég ansi hrædd að það sé ekki rétt. Spurningin já, einmitt. Spurningin hvað þýðir þetta tiltekna merki? Þau ekki sjá það aftur? Má ekki sjá þetta merki kannski? Það var nú sýnt. Það má ekki þúa þessa... Það alveg rétt, MR. Það má ekki þúa... Fimmta bjölluspurning. Rafeindir sem koma innarlega í segulsvið jarðar fylgja ósýnilegum línum sem beina þeim í átt að segulpólum jarðar. Þegar rafeindirnar fara á miklum hraða inn í gufuhvolfið lenda þær í árekstri við loftsameindir og við það verður til ljós ekki ósvipað því sem þekkist úr flúorljósi. Útfjólubláu geislar. Þetta Norðurljós. Norðurljós. Ég held að við verðum að gefa þeim tækifæri til að svara eins og. Spurningin til loka. Já, þeir sögðu norðurljós. Við sögðu bara myndast ljós en við spurðum ekki hvernig ljósið er neitt. Þegar rafeindirnar fara á miklum hraða inn í gufuhvolfi lenda þær í árekstri við loftsameindir og við það verður til ljós ekki ósvipað því sem þekkist úr flúorljósi. Mismunandi litur ljósanna stafar af því að hvert efni andrúmsloftsins sendir frá sér rafsegulbylgjur með ólíkri bylgjulengd. Hvaða fyrirbæri þetta? Jæja. Geislavirkni. Já, þetta ekki rétt. Ég held að mér hef orðið á mistök þegar sögðu norðurljós þarna og ég gefði stig fyrir það. Og sjötta spurning. Við sjáum brot úr sjónvarpsþætti. Þetta úr sjónvarpsþættinum Tónstofan. Það var rætt við Sverrir Guðjónsson kontratenor. Já, þetta fullkomið svar hjá... Já, menntaskóli við Hamrahlíð hafði þetta því að spurningin var hvaða rödd Sverrir Guðjónsson að syngja þarna. Það var kontratenor. Sjöunda bjölluspurning. Vestur-evrópskir fjölmiðlar sögðu í vikunni að japanskir kjósendur hefðu mist af tækifæri til umbóta í japansku þjóðfélagi í kosningum þar. Já, það var vegna þess að fyrir álstindi lýðræðisflokkurinn, hann hélt meirihluta sínum í neðri deild japanska þingsins. Menn höfðu verið að meina það að það átti að refsa honum fyrir hneykslismál sem komu upp þar með því að kjósa sósíalistaflokkinn undir forystu Doi. Taki og Doi. Sem er kona. Sem er kona, já, en það kemur hann ekki við.
Fórsætisráðherra Þunnharðing skiptir ekki máli. Forsætisráðherra Japans heitir Toshiko Kaifu. All right, þetta er svarið. Sem sagt, MR svaraði því hver er forsætisráðherra Japans og ýmsu fleiru reyndar í leiðinni og svaraði Kaifu. 8. bjölluspurning, við sjáum mynd. Spurningin er, hvaða verk er maðurinn að vinna? Það er hrein sæðatún. Það er hárrétt. MH hafði það, maðurinn var að hreinsa dún. 9. bjölluspurning, fyrir skömmu vann íslenskur tónlistamaður mál sem Stef höfðaði fyrir hans hönd í Belgíu vegna útgáfu á lagi eftir þennan íslenska tónlistamann, en lagi var skráð á þarlenda höfunda. Í úrskurði dómsins segir að íslenski tónlistamaðurinn sé höfundur lagsins. Þetta lag hét upphaflega This Time og var textinn eftir Jóhann G. Jóhannsson, en við spurjum, hver er þessi íslenski tónlistamaður sem er höfundur lagsins? Björgvin Gíslason. Það er rétt, MR. Næsta spurning, hann er Ólafsvíkingur, þykir liðtækur í spjótkasti og varð bikarmeistari í frjálsum... Þorgrímur Þráinsson. Það er rétt, MR. MR hafði það, Þorgrímur Þráinsson. 11. bjölluspurning, einn íslenskur stjórnmálamaður hefur verið formaður 3 stjórnmálasamtaka. Hannibal Valdimarsson var formaður samtaka frjálslyndra og vinstri manna, hann var formaður Alþýðuflokksins, hann var formaður svokallaðs Alþýðubandalags. Þetta er allt rétt hjá... Já, við vorum að spyrja Hannibal Valdimarsson og MR hafði það. Og í 12. bjölluspurningu ætla ég ykkur að taka eftir. Blágóma. Hún gaut í Sædýrasafninu í Vestmannaeyjum. Hérna heitir þetta ekki Sædýrasafn, það er held ég Sjóminjasafn. Og hún dó. Hvað heitir umsjónarmaður Sædýrasafnsins? Ég ætti að spyrja bara Hafnfirðinga. Hvar veittist það? Veiti þannig að rétt hjá Vestmannaeyjum, kom þær í nót eitthvað. Já. Í fyrra? Þetta er ekki spurningin? Nei, þetta er því miður ekki spurningin, heldur er spurningin þessi. Þessi mynd er af einum íbúunum í Náttúrugripasafninu í Vestmannaeyjum og spurningin er af hvaða ætt er þessi fiskur. Hafið þið það, MH? Segir ætt steinbíta. Já. Ætt steinbíta? Það er rétt. Hins vegar var það rétt hjá MR að þetta er blágóma en það var ekki spurningin okkar. 13. bjölluspurning. Ég les vísu. Reykkult er rótlaust þangið. Þetta er eftir Jóhann Sigurðsson. Já, það er rétt. MH hafði það og þetta er fyrsta erindið í kvæðinu heimþrá. Eigum nokkuð að lesa fyrsta Eigum að lesa hana ganni. Reykkult er rótlaust þangið, rekst það víðan sjá, straumar og votir vindar velkja því til og frá. 14. bjölluspurning, næst síðasta. Og ég ætla að biðja ykkur að taka eftir. Þetta er af... Friðriki Friðrikssyni. Já, og myndhöggvarinn Sigurður Ólafsson. Og það er spurningin. Já,
Menntaskólinn við Hamrahlíð hafði það því spurningin var eftir hvern er styttan og það var Sigurjón Ólafsson. Síðasta bjölluspurning. Ég ætla að lesa fyrir ykkur texta. Þorstein, son Egils Skallagrímssonar, dreymdi draum sem austmaður réð á eftirfarandi hátt. Þetta Hrafn og Gunnlaug, úr Gunnlaugs og Ormstungu. Já, þið lesið hugsanir, já. Já, MH hafði þetta því að spurningin var úr hvaða sögu þetta var og það var Gunnlaugs saga Ormstungu. Já, og eftir bjölluspurningarnar hafa, það að segja, MR fekk 7 stig út úr þessum spurningum og er því með 26 stig og MH fekk 8 stig úr þessu og er því með 23 stig. Og ég minna á að lokaspretturinn gefur 12 stig. Já, skiptir reyndar ekki mál úr þessu en allt í lagi. Við erum komin að lokaspurningum og þær eru 3 eins og þið vitið, hægt að fá 4 stig fyrir hvert rétt svar. Fyrsta spurning er byggð upp á vísbendingum og fyrir hann er hægt að fá 4, 3 eða 1 stig. Önnur spurning er í 2 liðum og fást 2 stig fyrir hvort rétt svar og fyrir síðustu spurningu fást svo 4 stig eða ekkert. Og það er Menntaskólinn í Reykjavík sem byrjar og í fyrstu spurningu í lokaspretti spurjum við fjall. Fyrsta vísbending. Flosa dreymdi að maður gekk út úr fjallinu og var í geitheiðni og hafði járnstaf í hendi. Maðurinn kallaði á menn Flosa suma fyrr en suma síðar og nefndi þá nafn. Flosi spurði manninn að nafni en hann sagðist heita Járngrímur. Í lok draumsins gekk Járngrímur inn í fjallið á nýjan leik. Þetta var fyrsta vísbending, við spurðum fjall. Er þetta þríhyrningur? Það er að vísu ekki rétt og þá les ég næstu vísbendingu og það er brot úr kvæði eftir Jón Helgason. Vötnin byltast að bruna sandi, bólgnar þar kvikan gljúp, landið ver sér á breiðum herðum, bjartan og svalan hjúp. Jötunnin stendur með járnstaf í hendi, jafnan við og hér. Lómagnúp. Já, þú hefur það sem sagt, við erum að spyrja fjallið Lómagnúp. Já, við erum áfengum. Já, það er rétt, þetta úr áfengum og... Já, þarna krækti MR sér í 3 stig og nú er komið að Menntaskólinu við Hamrahlíð að svara samskonar spurningu og við spurjum eyju. Þessa eyju er fyrst ritað í Njáls sögu því hana átti að hluta Glúmur, annar eiginmaður Hallgerðar Langbrókar. Árið 1805 lést í eynni sem niðursetningur útilegumaðurinn Arnes Pálsson, félagi Fjalla-Eyvinds. Þetta var fyrsta vísbending. Drangey. Það er ekki rétt, ég les áfram. Önnur vísbending. Sjósókn var mikið stunduð frá þessari eyju. Þar bjuggu frægir bátasmiðir og frá þeim er komið það bátalag sem algengast var við Faxaflóa upp úr miðri síðustu öld og er það jafnan kennt við þessa eyju. Engey. Þetta er rétt, Menntaskólinn við Hamrahlíð. Já, og þetta er mjög jafnleikur því að það fengur bæði liðin 3 stig fyrir þessa fyrstu spurningar í lokaspretti. Önnur spurning í lokaspretti, Menntaskólinn í Reykjavík, við sjáum mynd. Listakonan sem málaði þessa mynd fæddist árið 1913 og lést árið 1968. Hún er ekki hvað síst þekkt fyrir snjallar mannamyndir. Þetta málverk er af íslensku ljóðskáldi og við spurjum í fyrsta lagi hvaða ljóðskáldi og í öðru lagi hvað hét listakonan. Ljóðskáldið hét Aðalsteinn Kristmundsson eða Steinn Steinar. Rétt. Fæddur 1958. Listakonan heldur heiti Nína. Hún hét Nína og var Tryggvadóttir. Og það er hárrétt.
Já, þarna fekk MR 4 stig og það komið að MH að svara samskonar spurningu. Við sjáum aftur mynd. Listamaðurinn sem málaði þessa mynd var fæddur árið 1881 og lést árið 1962. Hann ekki síst þekktur fyrir hestamyndir. Þessi mynd af skepnu úr þekktri þjóðsögu og við spyrjum í fyrsta lagi hver var þessi málari og í öðru lagi hver skepnan sem myndin af. Þetta Þorgeirsskóli eftir Jón Stefánsson. Og það hárrétt. Já, það enn mjótt á munum því að mér sýnist bara að vera 2 stiga munur á liðunum eftir þetta. Þau fengu bæði 4 stig fyrir þessa spurningu. 2 stiga sýnist mér, en síðasta spurningin gefur 4 stig, svo það annarkvort Eva. Og það komið að MR að svara og ég ætla að biðja ykkur að hlusta. Einu sinni sagt að Kölski hafi veðjað við mann. Skildu þeir báðir sitja hvor hjá öðrum á þúfubjargi undir jökli þegar brim gengi þar hæst og kveðast á þannig að Kölski gerði fyrri hluta næturinnar, fyrri helming vísnana en maðurinn skildi botna hjá honum. En seinni hluta nætur skildi Kölski botna hjá manninum. Hvor þeirra sem ekki geti botnað vísu hins skildi steipast ofan af bjarginu og vera þaðan í frá í valdi hins. Maðurinn vann veðmálið með þessum fyrriparti, horfðu í þessa egg undir þetta tungl. Kölska varð orðfall því hann fann ekkit orð sem ríma gæti á móti tungl, en maðurinn botnaði vísuna svona: ég steipi þér þá með legg sem hrærir ungl. Spurt hvað hét maðurinn sem kvaðst á við Kölska í þessari þjóðsögu. Hafið svarið MR? Já, svarið já. Það ég sér að biðja það já. Náttúrulega væri alltaf vel við hæfi að veðja á Sæmundinn fróða en hins vegar þá hér haft verið sagt að þessi maður að heita Björn. Veit ég nú ekki mikið meira þann mann en Jónsson náttúrulega alltaf traust líka, talað gamla Íslendinga. Nei, þetta því miður ekki rétt. Þetta var Kolbeinn jöklaskáld úr sögunum Kolbeinn og Kölska. Síðasta spurningin í kvöld til Menntaskólans við Hamrahlíð. Ég ætla að biðja ykkur að hlusta. Einu sinni var stúlka á gangi í fjalli einu og fann stein fallegan. Hún óskaði sér að hún væri komin í þá bestu veislu sem haldin væri í heiminum. Viss hún þá ekki fyrir af en hún stóð í dýrlegri höll. Maður færði henni þar gullbikar. Hún tók við bikarnum en var svo hrædd að hún óskaði sér hún væri komin á sama stað og áður í fjallinu. Það varð. Þá fleygði hún steininum en hélt heim með bikarinn. Gullbikarinn þótti hinn mesta gersemi og var farið með hann til prestsins sem sendan konginum. Kongurinn gaf stúlkunni fyrir hann 3 jarðir í Skagafirði og nú spurt: í hvaða fjalli fann stúlkan óskasteinin? Tindastóli. Það rétt. Já, þetta var mjög jöfn keppni. Lið MR fekk 7 stig úr lokaspretti og því með 33 stig, en MH-ingar náðu sér upp á síðustu spurningunni. Þau fengu 4 stig fyrir hana og þar með 11 stig út úr lokaspretti og vinna með 34 stigum og eins mark. Og skóli MH-ingarna, Menntaskólinn við Hamrahlíð, fær verðlaun Íslenska söguatlas frá AB.
og ég þakka keppendum fyrir góða keppni.